Komiði sæl og verið velkomin á fjarráðstefnu SKÍ sem ber yfirskriftina Birting gagna með mælaborðum. Hvað ber að hafa í huga og hvernig hafa aðrir gert þetta? Ég heiti Guðrún Ögmundsdóttir og er skrifstofustjóri í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og hef fengið það hlutverk að vera fundastjóri hér í dag. Mikil vakning hefur orðið í notkun mælaborða til þess að setja fram upplýsingar fjölþætt málefni á gagnsæjan og aðgengilegan máta. Fjölbreytileiki mælaborða er orðinn mikill og fyrirtæki og stofnanir mjög hugmyndarík í framsetningu gagna. Hröð þróun hefur verið í þessum efnum og því orðið tímabært að kynna mismunandi leiðir, sem farnar hafa verið og taka umræðuna hvað sé mikilvægt að hafa í huga þegar birta á gögn á netinu. Fyrirkomulagið á fundinum í dag er með óhefðbundnu sniði. Í stað þess að vera á hefðbundum hádegisverðarfundi á Grand, hlítum við reglum fjöldatakmarkanir og 2 metra og bjóðum upp á fjarfund sem er streymt á netinu. Boðið verður upp á 3 kynningar og gefst þáttakendum færi á að senda inn spurningar á meðan hver kynning er í gangi og í lok hverrar kynningar mun tæknimaður koma þeim spurningum sem hafa borist á framfæri við fyrirlesara sem munu bregðast við. Framundan eru því 3 mjög spennandi kynningar vel framsett mælaborð, þar sem fyrirlesarar meðal annars deila reynslu sinni mótun þeirra og gefa okkur hagnýt ráð. Fyrsta kynningin er á mælaborði ferðaþjónustunnar og ber titilinn Ögn gögn tengd ferðaþjónustunni á einum stað. Mælaborð ferðaþjónustunnar var opnað árið 2017 þar sem tölulegar upplýsingar atvinnugreinina eru birtar í fyrsta skipti á einum og sama stað. Jakob Rolfsson mun kynna mælaborðið og vegferð ferðamálastofu fyrir okkur en hann er starfsmaður á rannsóknar- og tölfræðisviði. Jakob hefur síðan í september 2017 unnið að því að safna saman og setja fram gögn í mælaborð ferðaþjónustunnar. Á eftir Jakobi kemur hann Yngvi Gautason frá Menika og mun kynna fyrir okkur mælaborð fyrir káta grallara. Meninga hefur útfært mælaborð til að auka gagnsæi og yfirsýn yfir starfsemi fyrirtækisins. Þessi mælaborð veita starfsmönnum upplýsingar í rauntíma hvaða verkefni er verið að vinna að í öðrum deildum fyrirtækisins og fyrir hvaða viðskiptavini. Yngvi er sérfræðingur í hugbúnaðargerð og forstöðumaður gagnavísindasviðs og hefur unnið við hugbúnaðarþróun hjá Menika síðan árið 2012. Að lokum fáum við svo kynningu frá embætti landlæknis sem ber heitið Gagnvirk birting á lýðheilsuvísum, mælaborð lýðheilsu. Hildur Björk Sigurbjörnsdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir eru verkefnastjórar á heilbrigðisupplýsingasviði embættis landlæknis og munu fjalla lýðheilsuvísa, þróun þeirra og birtingu. Hildur Björk er með meistaragráðu í félagsfræði og Védís með doktorsgráðu í lýðheilsuvísindum og helstu verkefni þeirra eru úrvinnsla og framsetning á tölulegum upplýsingum lifnaðarhætti, heilbrigðisþjónustu, lyfjanotkun, fæðingar og dánarorsakir. En nú er ekki eftir neinu að bíða og býði Jakob Rolfsson velkomin í pontu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og góðan dag. Jakob Rolfsson heiti ég og ég er starfsmaður ferðamálastofu. Geti ég nokkuð fengið glærurnar upp svo ég hér, afsakið. Góðan dag. Ég heiti Jakob Rolfsson og er starfsmaður ferðamálastofu og held utan verkefni mælaborð ferðaþjónustunnar. Eins og var komið inn á þá er ég búinn að vera að vinna að þessu verkefni síðan í 2017 og er alltaf á hverjum einasta degi að vinna með það og að birta gögn og deila gögnum og spekulera í því hvernig er hægt að gera hlutina betur, hvernig get ég aðstoða að greina betur með því að birta gögn í mælaborði ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónustan er þannig að það eru bara gögn út allt. Þarna á myndinni sem sýnir nokkurs konar skepnu
Þarna í miðjunni ferðaþjónustan á Íslandi og við sjáum bara hvernig hún dreifist innan í stofnanir og fyrirtæki, hvernig lagalega hliðin og hvernig bara þetta lítur út eins og eitthvað sæskrímsli og þarna allstaðar undir eru tölulegar upplýsingar og gögn. Þau eru á víð og dreif. Og sem dæmi má taka að Hagstofa Íslands með náttúrulega heilan haug af gögnum. Þar ber helst að nefna gistinætur og þjóðhagsreikninga og við á Ferðamálastofu erum náttúrulega að gera rannsóknir og greiningar alla daga sem við birtum í mælaborðinu og það ber helst að nefna þá ferðamannatalninguna á Keflavíkurflugvelli og landamærakönnunina. Svo Isavia með flugumferð, Samgöngustofa að birta umferðaróhöpp og þeir eru einnig með gagnagrunn sem heldur utan komu skemmtiferðaskipa hjá Samsýn. Svo Vegagerðin með umferðartalningu og aðrar skýrslur og rannsóknir sem einstaklingar og aðilar í háskólalífinu að framkvæma gegnum gangandi eru líka birtar í mælaborðinu. Hugmyndin að hægt sé að finna öll þessi gögn á einum stað alls ekki ný. Þegar ég byrjaði þá fór ég að skoða þetta eins og ég sá að það var einhver að tala árið 2001 að það væri nauðsynlegt að taka saman allar upplýsingarnar fyrir atvinnugreinina og birta safna þeim saman í einn gagnagrunn sem væri opinn fyrir alla og birta gröf upp úr þeim. Þannig að þetta var alveg þarna bara aldamót. Það byrjaði að spekulera í þessu. Svo fer ég stutt yfir tilgang og markmið verkefnis að til verða á einum stað yfirlit helstu hagstærðir, lykilmælikvarða, tölugögn, kannanir og niðurstöður rannsókna. Þetta svona opinbert og markmið að öll gögn tengd ferðaþjónustu verði aðgengileg á einum stað. Og stutt yfir söguna, bara tilurð og þróun. 2016 var verkefnið samþykkt af stjórnstöðvar ferðamála og haustið 2016 fór fram val á ráðgjöfum og í janúar 2017 var samið við Deloitte fyrsta áfanga og verkefna RISE. Sumarið var laussetning prófunir og fyrsti fasi fór í lokt október 2017. Desember sama ár settum við fasa 2 í gang og í febrúar 2018 voru niðurstöður úr landamærakönnun sýndar og í ágúst 2018 settum við nýja vefsíðu í loftið, ég kem aðeins betur inn á það og svo frá þessum tíma, frá 2019, hefur bara verið stöðu áframhaldandi þróun á gagnaverslunum á bakvið og framsetningu í mælaborðinu sjálfu. Og tæknileg högun mælaborðsins, það bara upprunnin á vinstri hönd og hann hjá mismunandi aðilum eins og ég hef komið áður inn á og hann þá á alls konar formátum, hvort það séu bara einfaldar CSV-skrár, Excel-skjöl eða gagnagrunnar sem hver og einn rekur og við lesum þessi gögn inn í staging gagnagrunn og gerum alls konar umbreytingar á gögnunum yfir í data warehouse þannig að það bara samræma þau öll saman og svo lesum við úr vöruhúsi gagna yfir í mælaborð og birtum. Það eru svona 2 atriði sem mig langar helst til að fara yfir og annað var sem sagt hvað skoðar fólk á mælaborðinu. Þetta var svona, í október 2017 þá var mælaborðið gefið út á einni vefslóð sem var svona undirsíða á vefnum hjá stjórnstöðinni og navigationið á mælaborðinu, það sem sagt bara hvernig fólk vafrar mælaborðið, var haft inni í mælaborðinu sjálfu, þannig að fólk fór fram og tilbaka á milli allra síðnanna þar og það kom strax upp ábendingum það að fólk vildi helst geta notað backtakkan eða backtakkan á músinni til að fara tilbaka en þá fór það tilbaka á síðustu síðu en ekki síðustu síðu í mælaborðinu. Þannig að þetta var svona notenda atriði sem kom bara strax upp í andlitið á okkur. En eftir útgáfuna þá fórum við að hugsa svona hvað við ættum að gera næst og hvernig við getum ídrað og hvaða viðbætur við ættum að koma upp með og þá fórum við að hugsa hvað fólk að skoða helst á mælaborðinu? Það var lítið mál að fylgjast með því hvort einhver væri að skoða mælaborðið. Við vorum að fá það bil 500 heimsóknir í mánuði en við sáum hins vegar að fólk fór bara inn á mælaborð ferðaþjónustunnar en við vissum ekki hvað það væri að skoða þarna undir.
Og okkur fannst mikilvægt að geta fylgst með því hvaða einstaka gröf eða myndir fólk væri að skoða þegar maður með svona mælaborð algjörlega opið. Til þess að geta fókusað á ítrænir og viðbætur. Við vitum það bara að í byrjun sumars þá fólk mikið að skoða skemmtiferðaskipin, þannig að það þarf alltaf að vera klárt þar, hvernig getum við bætt framsetninguna þar og svo í upphæfi hvers mánaðar fólk að skoða farþegatalningar og gistinætur, þannig að það þarf alltaf að vera, þetta bara mest skoðuðu flipanir. Við leystum þetta þannig til að fylgjast með hvað fólk væri að skoða á mælaborðinu, þá bútuðum við það úr einu stóru mælaborði niður í smærri einingar. Og þar með færðist navigationið úr mælaborðinu yfir í vafran sjálfan, eins og sést þarna efst á borðanum. Þá eru flipparnir komnir yfir í, þarna sjáu þið farþegar og svo bara brotnar þetta allt saman niður í undirflippa hvað við viljum skoða eftir fyrir sig, hvort það sé gistingin, ferðamenn á Íslandi eða flugupplýsingar. Og þá, með því að gera þetta, þá gátum við séð hvað fólk væri að skoða í rauninni á mælaborðinu, bara í gegnum Google Analytics. Og þetta þýddi að það náttúrulega meira viðhald, þá eru búin að margfalda tengingarnar sem við erum með þó að það séu þær sömu. Þannig að ef það verður einhver breyting í vöruhúsinu sjálfu, þá það bara að laga aðeins fleiri skjöl, en það bara fórnarkostnaður sem við vildum taka. Og annars áhuga sem kom upp úr þessu með Analytics er að við sjáum hvenær fólk skoða mælaborðið og þetta var mest þetta hérna í kringum mánaðamótin, rétt fyrir og eftir og á mánudögum í hádeginu og föstudögum milli 2 og 4. Það svona annaðhvort fólk að klára vinnuviku og fer þá inn á mælaborðið til að skoða nýja upplýsingar eða að byrja nýja viku og fer þá og undirbýr eitthvað eða vantar eitthvað fyrir að undirbúa sig í vikunni. Svo það hitt og þetta eitthvað sem ég stöðugt að spekulera í og það hvernig ég get deilt gögnum í gegnum mælaborðið. Og ég svolítið svona að hugsa þetta öfugt heldur en kannski fyrirtæki sem að passa það að þau eru að vinna með eitthvað svona persónuupplýsingar og passa það að gögn leki ekki út. Ég svona í því að það eru engin leyndamál þarna í mælaborðinu sem mjög þægilegt fyrir mig. Það bara, það má eins mikið leka, bara ef það lekur þá finnst mér það gott Þá veit ég að ég þarf að gera eitthvað betur. Það allt opið frjálst og ókeypis og ég vil hafa það þannig að til að fá aðgengi að gögnum þarftu ekki að borga neitt. Það opið ofan í SQL gagnagrunnin sem vöruhúsgagnanna á bakvið. Það ekkert mál að fá aðgang þar og það má gera hvað sem með þau gögn svo lengi sem heimildar getið. Ég verið að útdeila bæði CSV skrám, svo ég verið að deila Power BI skýrslum í gegnum okkar eigið workspace sem við erum með og svo ég einnig að gefa Excel-skjöl líka þar sem ég að vinna sérstaklega bara upp úr mælaborðinu. Ég það alltaf eitthvað svona smá lagfæringar þegar ég að keyra út sérstaklega CSV-skrár, þá fólk að lenda í vandræðum með að lesa það inn hjá sér ef það vill gera einhverjar spekulasjónir með það. Og þær skýrslur sem ég verið að deila hafa aðilar þurft að hafa Power BI Pro aðgang sem svona að þú þarft að kaupa aðgang að þessu. En þegar öll á botninn hvolft, það langar öllum í Excel-skjal út af því að það kunna allir á Excel og það geta allir afritað úr Excel og það bara notendaviðmótið til að vinna með gögn þar fyrir svona rannsakendur. Það bara mjög þægilegt og þú þarft enga sérstaka menntun til þess að kunna, þú þarft ekki að vera að tengjast einhverjum gagnagrunni og eitthvað svona atriði. Það hægt að exporta einstaka myndum úr Excel, í Excel úr Power BI, en þú þarft aðgang að skýrslunni sjálfri eða einhver annar þarf að gera það fyrir og þá þarf ég að gefa þér aðgang að workspace-inu og þú þarft Power BI Pro. Og það finnst mér vera óþarfa flækjustig þegar þú virt bara tölur í Excel. Svo ertu með Analyze in Excel optionin sem Power BI með. Hann þægilegur upp á þann máta að þú
bara þá komið með Excel-skjal sem pivot-tafla, bara mælaborð í pivot-töflu sem það í rauninni. Og það ótrúlega þægilegt, en það sem óþægilegt við það að ég, eins og ég komið inn á, ég alltaf að leitast við það að reyna að deila gögnum utan ferðamálastofu eins mikið og ég get. Og það þá starfsfólk í fyrirtækjum, nemendur eða einstaklingar. Og ég hef eiginlega aldrei lent í tilviki þar sem ég gef út Excel-skjal sem að það þurfi ekki að troubleshoota það einhvern veginn með þessu Analyze in Excel fyrir notendur. Þannig að ég komin á þann stað núna. Þetta svona stöðugt bara það sem ég að hugsa út í, að gefa desktop-fælana sjálfa. Sem sagt bara það sem undir, þá ertu með birtingamind mælaborðsins eins og í dag og svo getur þú bara sótt Power BI-skjalið ef þú vilt. Þá losna ég við það að end-user þurfa eitthvað ákveðin leyfi eða sé að búa til einhverjar sérstakar fyrirspurnir ofan í gagnagrunnin og það getur sjálft útbúið þau gröf með þeim mæleiningum sem við erum búin að skilgreina og exporta gögnunum sjálft í Excel ef það hefur áhuga á því frekar. Og þá í raun svona búin að hámarka að mér finnst fiktið með mælaborðið. Svo í lokin, þá hef ég stutt væntanlegt, það umferðargögn frá Vegagerðinni, við erum að safna því, við eigum von á því. Svo erum við búin að kaupa 1800 ársreikninga frá Creditinfo og við ætlum að birta það, þá allskyns útreikninga á kennitölum þar til þess að sjá bara stöðuna hjá fyrirtækjum í greininni, upplýsingar umferðarslys og samgöngustofu og svo höfum við verið að safna verði fyrir 56 hótelum á Íslandi á hverjum degi 90 daga fram í tíman til að búa til vísitölur fyrir verð á hótelgistingu á Íslandi. Og þetta kom inn 11. maí. Og við höfum stiður illa farsíma, þetta átti ekki að vera inni. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Það virðist ekki vera neina spurningar, þá vil ég bara þakka fyrir mig. Já, góðan daginn. Yngvi heiti ég og kem frá Meniga. Ég ætla að tala við ykkur mælaborð sem við höfum verið að smíða og notum innanhús fyrir starfsmenn. Aðeins Meniga til að byrja með. Meniga var stofnað 2018 og þá voru það 4 starfsmenn. Og þegar ég byrjaði þar 2012 þá voru starfsmenn 10. Núna erum við 170 starfsmenn og við erum með skrifstofur í 5 löndum. Við erum með viðskiptavini út allan heim, það yfir 150 fjármálastofnanir. Við erum með mjög mikið af verkefnum í gangi á hverju sinni og mikið af starfsmennum okkar eru ofta á ferð og flugi út allan heim, eða minnst fyrir COVID-tíman. Með allir þessari stærð og umsvifum fylgja ákveðnar áskoranir í að halda fólki upplýstu hvað að gerast. Þessar áskoranir eru að bara vita hvað að gerast í fyrirtækinu, hvað aðrar deildir að gera, til dæmis fólk í öðrum deildir í öðrum löndum og svo framvegis, og samræma á milli deilda. Fólk oft kannski með hugmyndir í ákveðnu teymi að útfæra eitthvað eða gera eitthvað og svo kemst það í seinna að annað fólk í öðrum teymum svipaðar hugmyndir. Þannig að það oft svolítið erfitt fyrir alla að vera á sömu blaðsíðu. Og líka bara að vita hver fókusin eins og ég segi, við erum með mjög mikið af viðskiptavinum og verkefnum í gangi á sama tíma og það oft erfitt fyrir bara starfsmanninn á gólfinu að vita hvar fókusin í fyrirtækinu og hvar mest allir resursarnir að fara. Og við útfærðum mælaborð sem hluti af því að reyna að bæta eins úr þessu. Og á þessu mælaborði settum við inn reyndum við að taka inn allar aðgerðir starfsmanna sem við erum með í tölvukerfunum hjá okkur. Þetta inn í þessu eru sem sagt hlutir úr verkefnakerfinu okkar sem Jira og hlutir sem við gerum við kóðan okkar sem við erum með í Bitbucket. Og við setjum líka fram á þessu mælaborði upplýsingar hvaða viðskiptavinir eru í fókus, hvað áherslan í þróunarvinnunni upplýsingar tímaskráningu,
mál sem koma inn á service-deskið okkar frá viðskiptavinum og við erum líka með loftgæðin á skrifstofun okkar á þessu mælaborði. Þetta bara að sýna ykkur hvernig þetta lítur út. Svona lítur þetta mælaborð okkar út. Og ég vil bara tala hérna aðeins í gegnum þetta, hvað við erum að horfa þarna. Vinstri er sem sagt aðgerðalisti sem að uppfærist í rauntíma og þarna kemur allt fram frá nýjum verkefnum sem eru skráð, uppfærslur á verkefnum, þegar verkefnum er úthlutað til starfsmanna, allar kvóðabreytingar sem eru gerðar, þegar ykkur býr til pull request, þegar þessi pull request eru samþykkt eða hafnað og mál sem eru skráð á servicedeska viðskiptavinum. Og í þessum aðgerðalista er mjög gagnlegir fítusar eins og að við erum með mynd af starfsmanninum sem að framkvæmir aðgerðina, sem er mjög gagnlegt, sérstaklega út af því eins og við segjum. Við erum með skrifstofur í 5 löndum, það er mikið af fólki sem hefur kannski aldrei séð eða séð mjög sjaldan sem maður er að vinna með og að sjá svona myndir af þessu fólki rúlla í gegn, að hjálpa mann aðeins að fá smá tilfinningu fyrir hver. Líka smá atriði sem er gagnlegt þarna að hjá hverri mynd þá erum við með fána sem sýnir í hvaða landi viðkomandi starfsmaður er. Þetta hjálpar mann líka að átta sig á hvar fólk er. Maður sér oft bara hjá okkur það er kannski nýr starfsmaður og maður sér nafnið koma fyrir í tölvupóstum og á Slack en maður kannski áttar sig ekki á því, er þessi starfsmaður í Svíþjóð eða í Póllandi? Og þannig sér maður hver einasta aðgerð sem er framkvæmd er hvaða starfsmaður það er og þetta er líka gagnlegt til að vita að hvaða verkefnum, hvar er vinnan í þessum verkefnum að eiga sér stað. Við erum líka með hérna í miðjum dálknum, þar erum við með yfirlit yfir út frá tímaskráningum hvaða viðskiptavinir eru að fá mesta fókus. Og sjáum við, þetta er eitthvað sem er oft ekki sérlega augljóst, maður er kannski með, það er oft svolítið erfitt að átta sig á þessu, maður kannski heyrir mikið talað um ákveðin kunna innan fyrirtækisins, en raunin er kannski önnur að það er annar kunni sem er að fá miklu meira af resursum en það er bara ekki eins mikið talað um það. Þannig getur maður bara séð nákvæmlega, já, það er 20% af vinnu sem er skráð fyrir á þennan kunna. Og fyrir neðan það erum við með yfirlit yfir hvaða verkefni eru mestur tími skráður á. Og þar getur maður átt að sjá því hvaða kerfiseiningar, hvaða nýju vörur sem við erum að þróa er mestur tími og vinna að fara í. Við erum líka bara með á þessu mælaborði yfirlit yfir tímaskráningu. Þannig að maður sér hversu vel og mikið starfsmenn eru búin að klára tímaskráningarnar sínar seinustu viku eða tímabil sem maður velur að horfa á. Og við erum með yfirlit yfir í hvaða kvóða Git repóm hafa verið gerðar breytingar nýlega, hvenær þær voru gerðar, í hvaða verkefnum og í hvaða repóm. Þannig að maður sér hvað er að gerast. Þarna er líka sýnt graf sem sýnir loftgæðin í þessu tilfelli á íslensku skrifstofunni okkar. Og við sjáum þarna koltvísýringsmagn á skrifstofunni og mælingar á því og ef þessar mælingar fara yfir viðmiðunarmörk Vinnumálastofnunar þá koma rauðar viðvaranir á mælaborðið. Og þetta er gagnlegt á marga vegu. Við höfum verið með þetta í gangi til þess bara í kaffistofunni hjá okkur. Þetta gefur ákveðna yfirsýn, maður stoppar við og horfir á, maður sér, já, þessi er að vinna í þessu og þessi er að vinna í hinu. Og svona gefur manni svolítið hugmynd hvað er að gerast. Og það er oft meira gagn en maður átt að sjá. Þetta að vissu leyti, eitt sem ég myndist kannski ekki á, er að við getum líka stillt þetta til að vera að sýna bara ákveðið teymi. Þannig að sum teymi geta verið með þetta í gangi í sínu rými og þá mallar það svona og maður sér hvað aðilar í teyminu eru að vinna að. Og sum teymi eru deilt niður á fleiri en eitt land, þannig að það getur verið þægilegt. Og það er svona minnkar örlítið þörfina fyrir stand-up fundi sem sum teymi eru með, sem allir standa upp á hverjum degi og lista upp hvað þeir voru að gera í gær og hvað þeir ætla að gera í dag. Þegar við erum með svona eitthvað sem mallar og sýnir hvað fólk er að vinna í, þá þarf maður ekki eins mikið að útlista það. Þetta hefur líka reynst okkur mjög vel á COVID-tímanum. Þegar allir eru að vinna heima, þá er mjög gagnlegt að geta opnað svona mælaborð, stillt það á sitt teymi og
Og svo sér maður bara í rauntíma þegar að starfsmenn að leysa ákveðið mál eða úthluta málum á sjálfa sig eða aðra. Og jafnvel sko minnkar örlítið bara svona einmanleikan við að vinna einn heima. Ég hef verið með þetta í gangi heima hjá mér, menn ég var að vinna heima, bara á skjá til hliðar. Og það svona gefur mér ákveðna tengingu við fólk að sjá að það er líka að vinna og það er að vinna í svipuðum málum og ég. Örlítið tæknileg útfærslun á þessu. Þetta er sem sagt bara eitthvað sem við útfærðum frá grunni. Þetta er Python webþjónn sem að talar við apana hjá þessum kerfum okkar, aðallega Jira fyrir verkefnin, Bitbucket fyrir kóðan og svo erum við að tala við Bamboo sem er sem sagt mannauðskerfið okkar og þar getum við sótt upplýsingar hvaða myndir af starfsmönnum, hvaða landið er í og hvaða meðlimir í hvaða teymi. Þetta, já, takk fyrir þetta. Já, er einhverjar spurningar hérna? Já, eru þið með einhver innra mælaborð fyrir stjórnendur eða afmarkaða hópa, svo ekki kannski yfir fjarvistir og slíkt. Já, við erum með skýrslukerfi sem að tekur út upplýsingar úr Jira til dæmis og setur upp skýrslur sem ekki tekið út fyrir teymi eða slíkt og það er líka eitthvað sem við höfum smíðað innanhús. En ég er ekki með neina glærur sem ég get sýnt ykkur það hérna. En þetta mælaborð er bara opið fyrir alla og allir geta notað það. Þannig að, já, ef það er engar fleiri spurningar þá bara þakka ég ykkur fyrir að hlusta. Takk fyrir. Glærubakkinn ekki. Aftur. Já, komið sæl. Ég er Hildur og Védís er hérna með mér. Við ætlum að segja ykkur stuttlega frá verkefni sem hefur unnið hjá embætti landlæknis og heitir Lýðheilsuvísar. Við ætlum að segja ykkur frá því hvernig við fórum frá birtingu á PDF-skjölum og yfir í gagnvirka birtingu í svokallað mælaborð lýðheilsu. Við ætlum ekkert endilega að fara í miklar tæknilegar pælingar, en er það ekkert okkar sérsvið. Heldur frekar kannski að ræða hvaða leið við fórum við þróun og útfærslu á mælaborðinu, hver hefur verið ávinningurinn af þessu verkefni, hvaða áskorunum við höfum staðið frammi fyrir og síðast en ekki síst, hvaða lærdóm við getum dregið af þessu öllu saman. En hvað eru lýðheilsuvísar? Jú, þeir eru safn mælikvarða sem að gefa ákveðnar vísbendingar heilsu og líðan þjóðarinnar. Þeir eru svæðisbundnir, það er að segja við völdum að birta og greina lýðheilsuvísa eftir búsetu eða landsvæði. Og af hverju gerðum við það? Jú, það er vegna þess að við vitum vel að svæðisbundin munur á heilsu er þekktur víða heim. Það getur sem dæmi verið stórmunur til dæmis á heilsufari eða meðalævilengd eða dánatíðni hjá fólki eftir því í hvaða borgarhluta stórborgar það býr. Og Ísland er ekkert endilega mikið öðruvísi hvað þetta varðar. Landið okkar er ekki jafneinsleitt og menn vilja stundum vera láta þegar heilsa er annars vegar. Þannig að það er mikilvægt að þekkja stöðuna á því svæði þar sem maður býr og starfar. Það er vanlegra til árangur sem vil koma einhverjum breytingum til leiðar. Nú, í aðdraganda þessa verkefnis þá þurftum við svolítið að velta í fyrir okkur hvaða svæðisbundnu einingu væri heppilegt að fókusera á og við veltum fyrst þeim möguleika upp að birta gögnin niður á sveitafélög en við sáum hins vegar býsna fljótt að fjöldi þeirra og smæði yrði okkur nú bara líklega fjötur fót. Ég held að fámennasta sveitafélagi sé með eitthvað 50 íbúa.
Það hins vegar þannig að það þarf ákveðið gagnamagn að vera baki hverjum lýðheilsuvísi til þess að tryggja áreiðanleika, til þess að niðurstöðurnar séu marktækar og sé eitthvað hægt að vinna með þær. Þannig að lendingin var svo að greina gögnin og birta þau eftir svokallum heilbrigðisumdæmum. Þau eru 7 talsins en það kveðið á skiptingu landsins í heilbrigðisumdæmi í lögum heilbrigðisþjónustu og þetta auðvitað miklu viðráðanlegri eining fyrir okkur til að vinna með 7 heilbrigðisumdæmi versus eitthvað 70 sveitafélög. Þessi lýðheilsuvísar eftir heilbrigðisumdæmum, þeir eru það veruleika vorið 2016, þannig að við erum núna að vinna að 5. útgáfu á lýðheilsuvísum, þannig að það komin dágóð reynsla á þetta verkefni og þeir eru liður í því að veita yfirsýn yfir lýðheilsu í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir sig og alltaf í samanburði við landið í heild. Með þessum lýðheilsuvísum þá viljum við auðvelda sveitafélögum, heilsueflandi samfélögum og heilbrigðisþjónustu að greina stöðu svæðisins, að finna styrkleika og áskoranir hvers svæðis, skilja betur þarfir íbúanna svo hægt sé að bregðast við með einhverjum þeim hætti sem að þurfa þykir og endatakmarki að sjálfsögðu að bæta líðan og heilbrigði íbúanna. Þannig að leiðarljósi í allir þessari vinnu hjá okkur sem sagt þessi vitneskja að þeir sem starfa á vettvangi þeir taki betri ákvarðanir þegar eru fyrir hendi áreiðanleg, tímanleg og aðgengileg gögn. Fyrstu 2 árin þá voru lýðheilsuvísarnir eingöngu birtir á PDF formi sem svona í formi einblöðungs á netinu og framan á þessum einblöðungi þá var svona almenn umfjöllun lýðheilsuvísa, hvað það sem hefur áhrif á heilsu og líðan fólks en á bakhliðinni voru síðan allir lýðheilsuvísarnir listaðir upp. Við reyndum að gera þetta einfalt og sjónrænt eins og kostur var en á sama tíma þá þurfti að koma dálítið miklum upplýsingum fyrir á einni A4 blaðsíðu og ég held að sé svona það bil allt milli heims og jarðar þarna. Það er alls konar tölugildi, það er dreifing, það er marktækt og svo upplýsingar og gagnalindir. Þannig að það er kannski heppilegri framsetningamáti einhver annar, þannig að við fórum svona fljótlega að velta fyrir okkur annarri framsetningu og gögnunum og þá ætlar Védís að taka við. Já, komið sæl. Eins og Hildur sagði þá fórum við fljótlega eftir fyrstu birtingu að huga að notendavænni framsetningu á vísunum. PDF-skjölin sem sýnd voru hérna áðan eru auðvitað einföld framsetning á gögnum og gagnleg í rauninni til þess að koma verkefninu af stað í upphafi. Þau sýna stöðuna í ákveðnum málaflokkum á tilteknum tímapunkti fyrir heilbrigðisumdæmin og svo landið í heild. Slík punktstaða í rauninni góð og gild en það komu mjög fljótlega í ljós að hún uppfyllti ekki endilega þarfir allra notenda og okkur fór að berast mjög fljótlega beiðnir nánari greiningu á gögnunum. Og það voru aðallega notendur sem að vinna að heilsueflingu innan sveitafélaga og síðan heilbrigðisstarfsfólk sem að kallaði eftir nánari greiningum. Til dæmis vildu þeir geta fengi vísana greinda niður á smærri svæði eins og til dæmis sveitafélög og til þess að geta í rauninni fengið betri upplýsingar stöðuna í sínu samfélagi. Það var líka ósk það að geta séð þróun yfir tíma og hvort að það kynjamunur á vísum en upphaflegu skjölin sýndu ekki kyngreindar upplýsingar nema bara í undantekningartilvikum. Það mjög mikilvægt að byggja allar stefnumótandi aðgerðir og ákvarðanir á tölulegum upplýsingum og við viljum mjög gjarnan að gögnin okkar séu aðgengileg, gögn embættisins séu aðgengileg, þannig að þeir nýtist sem best sem stuðningur við fólki sem að vinna á vettvangi. Þannig að næsta skref í verkefninu var að finna birtingatól sem uppfyllti þarfir okkar
að geta birt vísina á einfaldan, aðgengilegan og gagnvirkan hátt. Og helst ættu notendur einnig að geta hlaðið niður þeim upplýsingum sem liggja til grundvallar mælaborðinu. Við þurftum að hafa í huga kostnað kerfisins og einnig vildum við hafa kerfið einfalt, þannig að við gætum verið sjálfbjarga það að koma nýjum vísum inn og við gáum okkur góðan tíma og völdum á endanum kerfi sem að kallast Power BI. Mælaborð lýðheilsu var upphaflega birt vorið 2018 og það stefnt að því að fjölga þeim enn frekar. Já, þeir eru semst 15 talsins núna og það stefnt að þeir fjölga þeim enn frekar. Annars vegar eru lýðheilsuvísar sem tengjast lifnaðarháttum og hins vegar eru lýðheilsuvísar sem tengjast heilsu og sjúkdómum. Og við ætlum að skoða einn tiltekinn vísi sýklalyfjaávísanir til barna. Draga yfir. Fyrirgefið þið. Þetta smá tækni. Já, þannig kemur þetta. Þetta afsakið hlé. Þetta svona, já, ég ætla semst að, já. Já, ég ætla að opna svona. Þið sjáið sýklalyfjaávísanir fyrir börn sem eru yngri en 5 ára og þið getið séð að efst uppi í hægra horninu þar tölugildið fyrir hvernig staðan var í rauninni 2018. Við höfum ekki uppfært þetta með tölum frá 2019, það verður gert núna í júní. Síðan sjáum við þróunina yfir ár og eftir heilbrigðisumdæmum. Við sjáum tölugildi fyrir hvert umdæmi og útreiknu vikmörk og við sjáum einnig hvort að ákveðið heilbrigðisumdæmi sker sig út að einhverju leyti, marktækt frábrugðið. Við getum valið til dæmis 1 ár, þá poppar það upp. Þarna kemur 2017 gildið, síðan getum við valið kynin, að skoða þetta eftir kyni og síðan myndræn framsetning á heilbrigðisumdæmum. Síðan gerðum við það, við viljum greina þetta á eins langt niður og gögnin leyfa okkar í rauninni. Þannig að við gerðum þetta fyrir 9 stærstu sveitarfélögin, þá greindum við lýðheilsuvísuna og hér getið þið séð að Akureyri til dæmis sker sig svolítið úr varðandi sýklalyfjaávísanir til barna 2018. Þeir eru með marktækt færri ávísanir. Þannig að það ýmislegt hægt að gera og eins og þið sjáu þá þetta allt gagnvirkt og maður getur bara leikið sér svolítið með þetta. Já, þannig að þá þarf ég að taka þetta af. Hún hérna.
Get ekki bara gert svona. Já. Það er svona þegar maður hefur ekki gert svona áður. Kemur alltaf upp ykkur svona tæknilegar örðuleikar. Aðeins fram... Já, ég skal bara finna þetta. Já. Þannig að já, hérna mælaborð lýðheilsu, það sem sagt býður upp á núna ítalegri upplýsingar fyrir notendur, þróun yfir tíma og kyngreind gögn og ekki bara heilbrigðisumdæmi heldur líka fyrir 9 stærstu sveitarfélög landsins. Og með þessu þá erum við að gera notendur og vettvangi meira sjálfbjarga hvað varðar gögn. Þetta minnkar álagið á starfsfólki embættisins við gagnavinnslu og það er einfalt að uppfæra þá vísa sem eru þegar til staðar í mælaborðinu. Nú, það eru hins vegar líka áskoranir við þá leið sem við völdum. Í fyrsta lagi reyndist það mun flóknara en við höfum búist við að setja gögnin okkar fram á þann hátt sem að við vildum. Við vildum halda inni eins mikill gagnvirkni og hægt var, en á sama tíma þá þurftum við að huga að aldursstöðlun, vigtun gagna og útreikningum á vikmörkum. Þessi leið, hún útheimti sérþekkingu í forritun í dags, en við höfum því miður ekki þá þekkingu innanhús hjá embættinu og þar af leiðandi þurftum við að ráða utanaðkomandi aðila til þess að útbúa skýrslurnar fyrir okkur fyrir hvern birtan vísi. Eins og ég sagði áðan þá er auðvelt að uppfæra tölur og jafnvel bæta við nýjum vísum í mælaborðið svo framarlega sem þeir koma úr sömu gagnalind og eru eins uppsettir og áður birtir vísar. Ef það þarf hins vegar að bæta við vísi sem er frábrugðinn þeim vísum sem hafa verið birtir áður, til dæmis úr annarri gagnalind eða eru með aðra mælu einingu, þá flækist hins vegar málið talsvert. Nú í öðru lagi þá eru heilbrigðisupplýsingar og heilbrigðisgögn teljast viðkvæmar persónuupplýsingar. Og við þurfum alltaf að gæta þess að það sé ekki hægt að greina einstaklinga út frá upplýsingum sem að við setjum fram. Þannig að við þurfum að forvinna gagnaskrána sem að er undir mælaborðinu. Þannig að við fjarlægjum persónugreinanleg einkenni og síðan er sú gagnaskrá sett yfir á ytri vef sem að Power BI byggir síðan ofan á. Þannig að Power BI er í rauninni ekki með er ekki beint tengdur inn í okkar gagnagrunna heldur ofan á gagnaskrá. Og í þriðja lagi þá getur notandinn ekki hlaðið niður gögnunum í Excel eða á öðru formi, ekki enn sem komið er. Og síðan í fjórða og síðasta lagi þá þarf ákveðna sérfræðiþekkingu í dags til þess að geta notað Power BI í ályktunartölfræði þar sem að gagnvirkni er mikil, líkt og er hjá okkur og verkefni embættisins eru ótrúlega mörg og mjög fjölþætt og því hefur ekki gefist tími enn sem komið er til þess að afla sér eða viðhalda þeirri þekkingu sem að þarf til þess að þróa mælaborðið áfram. Og þannig erum við ekki ennþá orðin sjálfbjarga þetta sem var auðvitað eitt af aðalmarkmiðum okkar í upphafi. Nú lærdómur, ef við værum að fara af stað núna,
þá myndum við mögulega byggja mælaborðið frekar á útreiknuðum gögnum sem krefjast einfaldri forritunar. Sú leið myndi krefjast þess að við myndum vera búin að forvinna meira áður en að gagnaskráin fer í skýið og einnig að við erum búin að ákveða hvaða gagnvirkni við viljum bjóða upp á. Ókosturinn þá auðvitað sá að við myndum missa eitthvað af þeirri gagnvirkni sem til staðar núna og líka að mögulega líka hluta af ályktunartölfræðinni sem til staðar. En á móti kemur að við myndum verða sjálfbærari í framsetningu. Það myndi taka styttri tíma að koma gögnum út á netið og við þyrftum ekki að hafa jafn miklar áhyggjur af persónureiginleika í gögnunum okkar. Nú að lokum, við eigum ótrúlega mikið af heilbrigðisgögnum og höfum óþrjótandi hugmyndir framsetningu þeirra. En við höfum ekki nógu mikinn tíma til þess að framkvæma það sem við viljum gera. Takk fyrir. Já, er það í skoðun að gögnin komið þarna oftar inn en til dæmis einu svona ári varðandi sýklalyfin? Það hefur ekki endilega verið rætt að birta þetta oftar en einu svona ári en hins vegar þá það í skoðun innanhús að upplýsingar lyf verði sett verði gerð aðgengilegri fyrir fólk í rauninni þá ekki endilega útreiknuð eftir umdæmum heldur þá bara að setja upplýsingar hversu mörg gögn eru hversu mikið af sýklalyfjum ávísað per mánuð eða hvernig sem það verður sko. En það má kannski bæta við varðandi til dæmis þessa sýklalyfjanotkun eða annað sko að það sjálfsögðu verið að fylgjast með notkun sýklalyfja og fleira á mánaða basis og allt það sko. Þrátt verið það rata ekki endilega inn í þetta mælaborð. Já. Ok. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, komið sæl aftur. Það greinilegt að möguleikarnir á því að miðla gögnum á aðgengilegan hátt eru fjölmargir. Og kynningarnar í dag, þær hafa verið mjög upplýsandi og það hægt að setja fram upplýsingar á mjög lifandi og áhugaverðum hætti og þannig að auðvelda skilning á viðfangsefnum og einnig bara á starfsemi og til dæmis hjá hinu opinbera því það nú þaðan sem ég kem. En bætt upplýsingagjöf, hún mjög mikilvægur liður í því að auka traust og gagnsæi og að efla málefnalega umræðu. Ég vil þakka fyrirlesurunum þeim Jakobi, Yngva, Hildi og Védísi fyrir greinagóðar kynningar og hagnýt ráð hér í dag og Sigurði Óla fyrir tæknilegan stuðning. Takk fyrir samfylgdina í hádeginu. Ég segi hér með þessum fundi slitið. Takk fyrir.